Nú ætlum við að skoða hvernig við frumþáttum. Við ætlum að frumþátta þessar tölur. Að frumþátta er að skrifa þær upp sem margfeldi frumtalna. Þá þurfum við að byrja á að skrifa þær upp sem margfeldi. Og við þurfum að vita hvað frumtölur eru. Ég ætla að skrifa hérna til hliðar fyrstu frumtölurnar. Svo heldur þetta áfram. Frumtala er tala sem einungis einn og talan sjálf gengur upp í en engin önnur tala. Það er sem sagt ekki hægt að skrifa frumtölunar upp sem margfeldi tveggja talna nema þá önnur sé einn. Og einn er margföldun að hlutleysa, þess vegna teljum við einn aldrei með í þessu samhengi. En við skulum skoða hvaða tölur ganga upp í 9. Það er bara 3 af því að eina leiðin til þess að búa til 3 sem margföldun, það sem einn er ekki með, er 3 sinnum 3. Og þetta eru þá frumþættirnir. Ef við gerum 12, þá er 12 tvisvar sinnum 6 og 6 er svo tvisvar sinnum 3. Frumþættirnir eru þá tvisvar sinnum, og dreg tvistinn bara hérna niður. Þessi tvistur er hér og 6 er í raun og veru þetta tvennt. Og þetta eru þá frumþættirnir. Maður setur þetta stundum upp aðeins öðruvísi. Það er að segja, við byrjum, og maður reynir að byrja alltaf með minnstu frumtölurna fyrst. Skiptir ekkert öllu máli. Þetta er 2 sinnum 21. 21 er 3 sinnum 7. Og þá dreg ég tvistinn ekki niður, heldur dreg bara hring utanum allar frumtölurnar. Þið sjáu hvort þið skrifa tvistinn aftur hérna og gert hringina í þessari röð eða gera þetta svona. Það breytir í raun engu. Haldum áfram. 2 sinnum 30. 30 er 2 sinnum 15 og 15 er 3 sinnum 5. Ég er svolítið fljótur að gera þessar margfaldanir. Ég kann margfaldunartöfluna ágætlega utan að. Ef að þið eru lengur að þessu, það breytir engu. Það er allt í lagi. En eftir því sem þið kunnið margfaldunartöfluna betur, þeim mun fljótar eru það að þessu og þeim mun auðveldara er þetta. 121 er skemmtileg tala, því að hún er bara 11 sinnum 11. Og 11 er frumtala, þess vegna er ekkert hægt að gera meir. Og þá kemur stærsta talan, 300 tvisvar sinnum 150. 150 er tvisvar sinnum 75. 75 er 3 sinnum 25. Og 25 er 5 sinnum 5. Þá eru frumþættirnir 2, 2, 3, 5 og 5. Og aftur, röðin á þessum tölum skiptir engu máli. Við þurfum bara að passa að enda aldrei eitthvað staðar í miðju kafi. Enda ekki til dæmis hérna 2 sinnum 6. Það er ekki nóg, af því 6 er ekki frumtala. Sama hér, ég get ekki endað í 21, því 21 er ekki frumtala. Ef að þið eruð vandræðir með hvað frumtölur eru, þá bjó ég til myndband sem er í þessum spilunarlista rétt á undan þessu myndbandi, þar sem ég fer yfir hvað er frumtala og hvaða tölur eru frumtölur. Og þá merki ég við allar frumtölurnar frá 2, af því einn er margföldunar hlutlaus og telst ekki með, og alla leið upp í 100. Þannig að það er vel hægt að kynna sér hvað frumtölur eru og hvernig maður finnur hvort að tala sé frumtala eða ekki. En þetta er að frumþátta. Og maður þarf að merkja frumþættina, ég dreg hring utanum. Það er hægt að merkja það svo sem á fleiri vegu, en það þarf að merkja þetta þannig að þetta sé sæmilega skýrt.